Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við erum bara alltaf að reyna að átta okkur á breyttum heimi og það eru ýmsar breytingar sem við fjöllum um Trump sem er mikil breyting og það eru breytingar í öryggismálum og heimsmálum og öðru slíku í heiminum. En kannski er mesta breytingin sem við erum að ganga í gegnum tengist gervigreind, að hún eigi eftir að umturna heiminum eins og við þekkjum hann. Hingað er kominn Þorsteinn Sigurjónsson, hagfræðingur, sem hefur einhvern veginn sérhæfti í gervigreind. Ég hef aldrei verið að gera það, já. Bæði mikið verið að prófa mig áfram með hana og eins að kenna notkuninnar. Búin að vera kennir í endurmenntun háskólans. Námskeið í hvernig við nýtum gervigreind til ákvarðanatöku og til þess að greina stofnanir og fyrirtæki. Hvernig þetta inngangurinn minn að segja að gervigreind getur umturnað heiminum eins og við þekkjum hann? Er þetta of dramatískt? Nei, ég held að það sé ekki of dramatískt og ég held að hún sé að þegar byrjuð á því að mörgu leyti, þó að við séum auðvitað ekki komið þangað að gervigreindin taki bara við öllum okkar hlutverkum, eins og sumir hafa spáð, að þá er hún farin að umturna heiminum að mjög miklu leyti. Og og sérstaklega maður horfir bara inn á vinnustaði til dæmis, hvernig gervigreind er að koma þar inn, að þá erum við að sjá alls konar áskoranir sem eru að koma upp sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski breyta þetta aldrei mikið hvernig hreinlega á að reka og stjórna stofnunum og fyrirtækjum. Það er svona flækja sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski er áskorun vegna þess hún kallar á gjarnan allt aðra nálgun heldur við erum vön í stjórnun. Geturðu tekið svona dæmi að þessu þannig að ég átti með þessu? Já, það sem við erum að sjá gerast allt í atvinnulífinu, að það er það að starfsmenn eru farnir að nota gervigreind til þess að hjálpa sér við vinnuna og ná oft bara mjög miklum árangri í því. Í langflestum tilfellum hins vegar þá er þetta þannig að þetta er ekki notkun gervigreindar er ekki eitthvað sem að kannski fyrirtæki eða stofnunin hefur ákveðið að hafa forgöngu að innleiða. Heldur kemur þetta frá starfsfólkinu sjálfu. Og ég sé það bara eins og, til dæmis bara í þessu námskeiðum sem ég verið að kenna þarna niður í endurmenntun, fólk er að koma ekki endilega á vegum sinna stofnunar eða fyrirtækis eða slíkt, heldur einfallega bara á eigin vegum vegna þess að það finnur það þarf að ná tökum á þessu. Og síðan... En er þetta líka bara gott hjálpartæki? Mjög gott hjálpartæki, Þetta er eiginlega, einhver leiti er þetta eins og super Google. Já. Ég hef spurt gervigreindina, segjum að þú sett ég vinni á lögfræðistofunni hjá þér og þú sendir mig að ég finna dómafordæmi eitthvað tiltekið mál og get ég spurt gervigreindina og maður myndi ætla að hún náði bara hakka í sig alla hæstaréttardóma bara í hvelli. Já, hún getur gert það og það eru náttúrulega komnar lausnir sem eru sérhæfðar til dæmis fyrir lögfræðinga. Þannig í staðinn fyrir að ég fari inn í skjalageymslu og sé þar í 3 mánuði. Já. Þá get ég komið með svarið til þín eftir 30 mínútur. Já, jáfnvel minna en það, Já, ég er kannski aðeins að ganga frá því, þannig að það komist ekki ljós að ég náði upp þetta í gervigreindinni, þannig að þú rekið mikið bara og spurði gervigreindina beint. Já, akkurat, og það er einmitt það sem er að gera, í svona störfum eins og til þessu lögfræði, að þá er þetta verða að spara gríðarlega mikinn tíma. En það er ekki bara á þessu sviði, þetta er bara á öllum sviðum, sem að þetta er að gerast og eins og þetta gerist þannig að starfsmaður fer að nota sér gervigreind til þess að prófa sig áfram í einhvern sínum verkefnum og gjarnan þá bara með sína eigin áskrift að einhverju gervigreindarlíkani sem að hún að hann er að greiða bara fyrir sjálfur og þannig eru þau sem eru að ná tökum á þessu og beita þessu geta verið að ná gríðarlega mikilli afkastaaukningu. Meðan aftur aðrir sem ekki að nýta þetta setja eftir. Og þetta er ekki bara afkastaaukning, þetta er líka í rauninni breyting á því hvernig fólk horfir á þig. Ég var á fundi til dæmis núna bara í síðustu viku hjá FP&A Trends Group sem er svona
think tank fyrir greinendur og fjármálastjóra og þannig, bara alþjóðleg samtök og ég þar sett í svona teymi sem er að funda og fylgjast með þróun gervigreindar mikið. Og þarna var fjármálastjóri í stóru alþjóðlegu fyrirtæki, starfar í Bangladesh og hann var að fara í gegnum þetta og hann tók dæmi sem mér var svolítið skemmtilegt. Hann sagði núna með gervigreindinni að þá getur einhver bókari á skrifstofunni hjá mér í Bangladesh sem kannski kann ekkert ensku neitt rosalega vel og kannski bara með svona lágmarksmenntun. Hann getur skrifað á fullkominni akademískri ensku tölvupóst þar sem hann lýsir vandamáli sem hann jafnvel skilur ekki einu sinni sjálfur og kemur lausn á því og sendir á einhverja sérfræðinga í Bandaríkjunum eða Bretlandi og þá allt í einu þessi einstaklingur allt í einu komin á allt annað level heldur hann raunverulega á. Og það þetta sem gerist. Þetta nú ekki góð stað að vera raunverulega fjallum eitthvað sem þú skilur ekki sjálfur. Nei, nákvæmlega. En þarna sem sagt getur hann verið að beita gervigreindinni og gervigreindin, hún getur verið að hjálpa honum að ná tökum á þessu efni með því að nota hana til þess að hjálpa sér að greina vandamálið og svo framvegis og setja fram á skýran og skilmerkilegan hátt og þannig. Hann bara að auka persóna í þessu, það bara gervigreindi sem að greindi þetta. Það þá í rauninni þannig. Já, það þá í rauninni þannig. Hann bara páfagaukur. Já, en hún þá í rauninni samt framlenging á honum. Alveg eins og vegna þess að hann náttúrulega, það hann sem að setur á stað það sem á að gera, hann skilgreinir verkefnið og svo framvegis, hvað það sem þetta snýst og gervigreindir síðan vinna verkið. Það svona kannski svipað eins og þú ert á ítu í staði fyrir að vera á skóplu, Og með þessu sem sagt að þá... Þetta reyndar íta sem ákvör, hverju á að íta og hvers vegna, Já, eða bara einfallega ítir bara miklu meira magni heldur en skóplan getur gert. Þú lýstir þessum manni eins og hann skildi eiginlega ekki vandann. Já, kannski ætti erfitt með að átta sig á nákvæmlega lýsunum og svo framvegis, gerði sig grein fyrir það væri vandi en þyrfti kannski aðstoð til þess að lýsunum betur. Og það náttúrulega það sem við gerum í daglegum störfum, til dæmis bara með því að tala við fólk. En þarna komið þessi möguleiki til þess að tala við gervigreind til þess að átta sig betur á hlutum og til þess að ná tökum á einhverju sem að þú í upphafi kannski skilur ekki almennilega en nær tökum á með aðstoð gervigreindar. Og það sem að gerir sem með þessu það að þú ert í rauninni það er þetta segja vissu leyti að þetta sé jöfnunartæki fyrir þau sem ná tökum á því. En fyrir þau sem ná ekki tökum á því að þá er það ekki jöfnunartæki. Þá er það alveg þegar öfugt. Og síðan er þetta þannig að stjórnendur fyrirtæki standa frammi fyrir ákvörðunum eins og bara fjárfestingu og þjálfun og svo framvegis í notkun gervigreindar og vanalega það þannig að þegar verið að taka einhverja fjárfestingar ákvörðanir að þá þarf fyrst að leggja mat á til hvers fjárfestingin á að nýtast. Þegar kemur að þessum tólum að þá í rauninni ekki hægt að leggja mat á það fyrirfram. Þú veist það ekki. Þú veist ekki í hvaða verkefnum mun nýtast best. Og þannig að bara setja inn venjulega aðferð til þess að taka ákvörðun einhverja fjárfestingu, að hún í rauninni ekki að virka. Og við horfum á þetta og fólk horfir á þetta gjarnan eins og við séum að fjárfesti í einhverjum hugbúnaði, einhverjum tæknibúnaði, en í rauninni kannski miklu réttara að horfa á þetta þannig við séum að ráða fólk. Við erum að ráða einhvern starfsmann sem nýbúinn með háskóla, hefur enga starfsreynslu, við þekkjum ekki getuna almennlega, við gerum okkur í hugleind að viðkomandi einstaklingur geti náð tökum á alls konar verkefni, við vitum ekki fyrirfram hvaða verkefnið að verða. Og þannig að þetta klemma í rauninni sem að stjórnendur standa frammi fyrir vegna þess að á annan bóginn að þá viltu vita í hvað ert að fara að eyða peningum og hvernig ætlar að hafa eitthvað út úr því og á hinn bóginn að þá að byggja þekkinguna á þessu upp rosalega hratt. Svo í hvað tækið nýtist best og hvað það nýtist ekki. Þetta svolítið lýsir svo eins og við höfum fundið upp hjólið við mannkynið. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í. Við notum það sem eitthvað leikfang bara eða til þess að búa til
vagna eða bíla eða Þegar þú segir það, náttúrulega notum við hjólið ansi mikið. Við gerum það, við notum það nefnilega ansi mikið. En það tók árþúsundir að ná því í gegn, en þetta líktum myndi að gera þraða núna. Og ertu að segja að það er bara eftir að koma almennilega í ljós hvar gervigreindi nýtist. Já. Og þá náttúrulega við hliðin á því hvar það bara ekki gott að hafa. Já, ég meina sumstaðar í sömu verkefnum kannski gagnsemin af henni lítil. Í öðrum verkefnum þá gagnsemin gríðarleg sko. Og þetta eitthvað sem við þurfum að uppgöta með því að prófa okkur áfram. Þannig að það sem að þannig að til þess við þurfum að ná í rauninu tvennu fram. Annars vegar þá þurfum við að fjárfesta rétt. Og hámarka afraksturinn af þessari fjárfestingi, þessari tækni, og hinn bóginn að þá þurfum við að strax eins hratt og við getum að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best. Til þess að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best, þá verðum við að hafa tæknina tiltæka. Og hún þarf að vera hún þróast á leiðinni. Já, og við þurfum að hafa hana tiltæka, við þurfum að aðganga henni. En til þess að leggja mat á það hvernig hún muni nýtast best, að þá þurfum við að bíða og meta og svo framvegis. Þannig að þetta ákveðin svona klemma, þetta ákveðin togstreita í rauninni sem við stöndum fram fyrir. Og og ég held sem sagt að lausnin á þessari togstreitu hún felist í því að við þurfum að nálgast stjórnun skipulagsheilda allt öðruvísi heldur en við erum vön. Stjórnun skipulagsheilda? Já, þá er ég tala fyrirtæki og stofnanir, ríkisstofnanir, ráðuneyti og svo framvegis bara allar svona heildir þar sem að við erum að vinna einhver ákveðnum markmiði með einhverjum hópa fólki í rauninni. Já, ef ég maður aðeins það liggur við að ég sé fyrir að spyrja hvað er gervigreind. Að ef við tökum dæmi með lögfræðistofuna. Já. Að fyndu dómafordæmi í þessu máli. Og gervigreindi finnur það. Og hún finnur bara bunka og tekur bara öll málin, alla dómana sem tengist þessu. Og þetta er ekki beint þetta er ekki beint greind, þetta er bara reiknigeta eða hún er bara svo fljót að leita, þetta er bara super Google sem að finnur þetta bara svona. En svo myndur þú kannski segja við hana, heyrðu, ég nenni ekki að lesa mig gegnum þetta öll þessi dómafordæmi komdu með þau sem helst eiga við þetta mál sem við erum að flytja. Þá þarf hún að fá greind. Þá þarf hún að geta lagt mat á. En það er það deilt hversu góð hún er í þessu. Já, hún er misgóð í þessu. Hún er ekki til að greind, hún er bara svona greind eins og mannkynið hefur verið hingað til. Og veistu hvað mannkynið hefur verið greind hingað til? Að meðaltali bara meðalgreind. Að meðaltali er það meðalgreind. Og náttúrulega það sem er kannski málið með þetta og einmitt áhugavert og nefnir þetta að við þurfum alltaf að hafa í huga hvernig þessi tækni virkar og í grunninn þá virkar hún einfaldlega bara þannig. Það sem hún er að gera er það að hún er að spá fyrir næsta orð í setningu og það gerur hún út frá líkindum og þessi líkindi grundvallast á öllu þessum texta og öðru efni sem búið að hrúa inn í hana. Hún talar eins og oftast hefur verið talað. Eins og oftast hefur verið talað. Dregur ályktanir eins og oftast hefur verið dregnar. Það er það sem hún gerir. En þetta er eiginlega, það sem við okkur vantar síst meira af. Já, en hún gerir það náttúrulega, hún gerir það rosalega hratt. Það er náttúrulega það sem skiptir ákveðnu máli í þessu. Og í rauninni er það þetta kannski og þegar við sjálf erum að hugsa, að þá hugsa við rosalega mikið svona. Og við svörum bara instantly. Jump on conclusion. Já, við hröpum ályktunum, við svörum strax, okkur virðist bara, það er sett fram á okkur setning og spurt hvert er loka orðið í þessari setningu og við svörum bara á stundinni. Það er það stórkostlega við mannshugan. Það er það stórkostlega við mannshugan. En það sem er veikleikans. Já, það er líka veikleiki. Já, það er líka veikleiki. Kostirnir eru veikleikar. Já. Nú síðan er þetta þannig að við getum síðan sett okkur í stellingar og ég veit ekki hvort kannast við kenningu Kahnemans System 1 og System 2 thinking þar sem að System 1 thinking er þetta þar sem að bara því ég spurði hvað er 2 + 2 það eru 4 og ég svara bara á þess að hugsa. System 2 það er kannski hvað 397 × 65 þá þarf ég að hugsa, ég þarf að fara í gegnum eitthvað ferli. Og gervigreindin sem sagt, það er búið að vera að vinna því að þróa þetta inn í hana.
Það er að segja að hún geti tekið sér meiri tíma í það að hugsa, geti beitt nálgast meira þessi system 2 thinking. Og það sem að er notað sem sagt til þess að... Þá ertu ekki að tala sko reiknigetu, því að dæmið sem þú tekur er eiginlega reiknistæmi? Já, það er bara reiknistæmi. Þú ert raunverulega að tala í 2 er svona að horfa á marga leiki, geta fram í tíma vera með alls konar breytu, jafnvel, þú veist hvernig mannskepnan hegðað sér við tiltekina aðstæður. Já, og það sem að þetta er það að það er að sko ekki bara að svara instantly heldur að hugsa svarið áður og þú svarar í rauninni. Það er eiginlega það sko. Það er svona einföld lýsing á því sko. Já, má ég taka eitt dæmi að segjum að ég hef aldrei pröfað það að hvað heitir ekki svona svifdrekar að þú stekkur bara fram að Úlfarsfelli. Já. Og líklega reiknaði með því að þú verður góður í því að þú getur verið í hugsun eitt. Tekið bara ákvarðanir miða við, þú verður að taka bara svona til þess að ná árangri. Það er að fara að hugsa svo mikið. Já, það getur farið, já. Gervigreindin, hún er þannig að við ætlum að hafa hana þannig að hún sé eins og sé í hugsun eitt, en hún hugsa alveg rosalega mikið, þannig að hún tekur alltaf réttar ákvarðanir. Nei, við getum ekki sagt það. Við getum ekki sagt það, sko. Það sem að sko, við getum sagt að það eru 2 gerðir í rauninni að þessu líkunum, sko. Það er annars verið þessi venjulegu mállíkun sem við kallum large language models og síðan er það sem að fór að koma fyrir nokkur síðan sem að menn kalla large reasoning models og það eru þá þessi líkun þar sem að sko þau fara í gegnum lengra ferli sem kallað chain of thought á ensku þar sem að þau vinna út ákveðna niðurstöður þau jafnvel leggja síðan mat á þær niðurstöður aftur og leitast við að leggja mat á þær niðurstöður sem komast að. Og þetta er það sem að menn kalla röklega gervigreind, rökhugsandi gervigreind. Nú vegna þess að ég hef verið að kenna fólki að beita gervigreind til þess að leysa flókin svona rökleg vandamál og þá fannst mér þetta áhugavert en líka var þetta skeptískur þegar þetta kom vegna þess að ég veit hvernig líkunin virkar sko. Og ég veit að það er ekki innbyggð í þau sko, það er ekki innbyggt í þau að fylgja til þess reglur rökfræðina sko. Þau gera það í rauninni ekki. Heldur bara eins og hefur verið dregnar ályktin að hinga til. Já, og eins og við bara almennt gerum ekki heldur. Við fylgjum ekki reglum rökfræðinar jafnvel þó að við séum að hugsa hlutina eitthvað. Já, við vitum að við gerum það ekki. Það er þekkt dæmi í hagfræði þar sem að menn er að reikna svo út að allir hegði sér út frá sínum hagsmunum og þú getur reiknað þá. En þannig er bara fólk ekki og það er kallað animal spirit sem að Keynes sagði að það er alltaf eitthvað inn í mannfélaginu. Þróunarsálfræðin sko. Sem að fer ekki eftir rökfræðinni. Nei, það er náttúrulega. Við erum ekki rök. Nei. Það sem er áhugavert þarna er það að sko rannsóknir á þessum nýju líkunum sko, að þær hafa verið að sýna það að þau ráði töluvert miklu betur við eins og bara flókin stærðfræðileg dæmi og slíka hluti heldur en upphaflegu líkunin og það þessi beiting á chain of thought og þessi svona, séu svona að hugsa dýpra og lengur mál og þetta hefur verið svona nokkuð skýrt hvernig þetta hefur verið. Mér þótti það mjög áhugavert í gær, þá var mér bent á nýja grein, eða rannsókn sem var að koma frá Apple. Þar sem að þessi líkun eru prófuð, sem sagt, ekki í stærðfræðidæmum, heldur einfaldlega rökfræði. Það eru bara notuð svona þrautir, sko. Þrautir á borðið lambið, úlfið og heipokan, svoleiðis þrautir sko. Og það er byrjað sett með einfalda útgáfu þrautinu og svo er hún gerð flóknari. Og það sem var mjög áhugavert þarna, kemur þetta hins vegar alveg heim og sama við mína reynslu þessu sko, er það að einfaldari líkunin, þessi upphaflegu large language models, þau eru fljótari að vinna úr einföldu þrautunum. Þegar þetta komið svona milli erfiðleikastig, þá verða
nýju sem sagt reasoning líkönin betri og komast að betri niðurstöðum, vinna betur úr þessum þrautum. Þegar þetta er orðið flókið, töluvert flókið, þá klikka þau öll. Þau ná ekki, sem sagt, þau ná ekki að vinna úr mjög flóknum svona rökfræðilegum gátum. Og það vakti sérstaklega athygli mína. Kannski hafa ekki áhuga á flóknum þrautum sem maðurinn hefur búið til. Já, það er líka önnur skemmtileg umræðu hverju þau hafa áhuga á, sko. Við bara nennum ekki að pæla í þessu. Þið getið skemmt ykkur við þetta, mannskepnan. Já. Þetta er bara leiðilegt. Já. Og það, ég er ekki vissur endar að gervigreindin myndi vera okkur sammála um það vegna þess að hún telur sig ekki hafa neinar tilfinningar eða áhugamál, sko. En allavega, það sem er athyglivert í þetta er það að sko, og mér finnst þetta sýna að í rauninni sé það að tala um reasoning í tengslu við þessi módel sé bara svona buzzword. Þetta er í rauninni ekki, þau er ekki að hugsa röklega. Og mín reynsla sko af því að nota líkönin til þess að leysa úr röklegum vandamálum að hún er svo að til þess að það virki þá verð ég alltaf að þvinga þau til þess að fylgja ákveðnum reglum. Ég verð að setja reglurnar inn og ég verð að þvinga líkönin til þess að fylgja reglunum skref fyrir skref. Annars nær það ekki tökum á. En þetta er bara tæki og þú ert að stjórna því hvert það fer það bara hjálpa Já, og þú ert í rauninni að setja því þá ákveðnar skorður sko. Alveg eins og við setjum okkur skorður. Ég man bara þegar ég var að læra sjálfur sko, svona greina flókin kerfi með rökfræðilegum aðferðum, var á viku námskeið út í París til þess að læra þetta og þetta er alveg ofurslegt puð, sem að það er að setja sig í allt aðra stellingar heldur með vanur. Og þannig að það sama gildir þarna líkunin. En það sem er áhugavert þarna sko, er það að í greinni þannig þessar rannsókn sko, að þá er talað sem möguleg skýring á þessu að líkönin hafi ekki í þjálfunargrunum sínum nægilega mörg dæmi lausnir á mjög flóknum svona vandamálum sko. Sem að í rauninni segir okkur það sko, bendir til þess sagt, ef þetta er rétt sem skýring að líkanið það er í rauninni ekki að hugsa, það er bara sagt, að kapa upp það sem að það hefur. Það er bara mjög gott í því að gera það sko. En eitthvað sem að, ef það er eitthvað sem að við höfum aldrei hugsað, ef það er einhver sko útgáfa af einhverjir svona þraut sem að er bara mjög flókin og enginn hefur nokkuð tíma reynt að leysa, að þá er hún ekki til og líkanir ráði þá ekki við að leysa hana. Sko. Þetta passar ekki við vísindaskálskapinn sem að segir það að gervigreindin muni halda áfram að þróast og verða mögulega betri en við. Þú til að segja að þau geta aldrei farið fram úr okkur. Ég veit það ekki. Sko. Aldrei eiginlega farið fram úr nefnir svona rúmlega meðal manni. Já, sko, ég held allavega sko, að sú tækni sem við höfum í dag, að eins og hún virkar, að þá er hún ekki að fara fram úr okkur. Sko. En það þýðir auðvitað ekki að hún geti ekki þróast í þá átt að hún muni einhvern tíma að gera það. En allavega eins og hún er í dag, að þá er ekkert í henni í sjálfu sér sem segir að hún muni fara fram úr okkur. Hún getur orðið betur og betri í ýmsu og fljótari. Ég meina bara dæmi sem að ég var að vinna með daginn, að því ég er að vinna á Hagstofunni, fyrir utan það að vera að kenna gervigreind og ýmislegt slíkt. Og og þá vorum við einmitt að skoða sko, þá eru samstarfsfólk mitt þarna sem að hafa unnið á Þjóðhagsstofnun á sínum tíma. Og þau voru að tala um skýrslu eða hagspá sem var gerð einhvern tíma kringum aldamótin. Og í þessari hagspá þá, þetta var til 25 ára held ég, spáin sko. Og þau svona rámaði það að þar hefur verið talað um það að í kringum 2020 verið ferðamenn til Íslands orðnir 2 milljónir. Nei, orðnir 1 milljón. Og þeir voru reyndar orðnir held í 2 eða eitthvað svoleiðis 2019 strax sko. Og á sínum tíma þegar þessi spá kom út þá hristi fólk bara hausinn og enginn trúði þessu og þetta væri bara eitthvað bull. Og varð svo heilmikil svona fjölmiðlaumræða þetta og þannig og svo voru þau búin að vera að leita þessari spá. Og þegar þessi Þjóðhagsstofnun var lögð niður að þá var öll gögn hennar sko, þau komu inn á Hagstofuna. Þjóðhagsstofnun? Já, Þjóðhagsstofnun sko. En þeim hafi ekki tekist að finna þetta. Og við ákveðum bara að prófa og ég prófaði það sem er svona funksjón í ChatGPT líkaninu sem heitir Deep Research
sem að þá lætur hann að fara og leita miklu víðar og dýpra heldur en vanlega Svona ekki segja það fyrsta sem þetta eftir í hug. Nei, ekki segja það fyrsta sem þetta eftir í hug heldur að leita mjög vandlega skjölum og gögnum og þannig og við vissum sérst ekki hvað þessi skýrsla væri niður komin sko. Og ég segi bara, ok, við erum að leita þarna skýrslu sem var að hagspá, sem var gefin út og líklega af Þjóðhagsstofnun í kringum aldamótin og þarna kom meðal annars fram þessar spá ferðaþjónustuna og varð heilmikil fjölmiðlaumræða um þetta, viltu athuga hvort þú getur fundið fyrir okkur þessa skýrslu og viltu gera svona samantekt skýrsluna, bera hana saman við þróunina eins og hún hefur síðan orðið og þannig. Og hún segir bara, já, spyr mig einhverja spurninga, hvað ég vil leggja áherslu á þannig og fer svo bara af stað. Og eftir 8 mínútur að þá skilur hann af sér bara greiningu á þessu. Hún er búin að finna sér skýrsluna. Þá hafði komið í ljós að hún var ekki gefin út af Þjóðhagsstofnun, það var unnin þar, hún var gefin út af framtíðarnefnd forsætisráðuneytisins og var svo til einhvers staðar inn á vef stjórnarráðsins sko. Og hún er búin að fara sér ofan í skýrsluna, hún er búin að fara ofan í fjölmiðlaumfjölluna sem átti sér stað, hún er búin að gera samanburð við þróunina síðan og bara skilar bara skýrslu bara á virkilega góðri íslensku með öllum vísunum og gröfum og svo framvegis. Og ég tók bara þetta plagg og bara þetta undirsendi þetta á þetta fólk sem hafði unnið á Þjóðhagsstofnun og þau gátu staðfest að þetta er allt saman rétt og bara flott. 8 mínútum. Þetta er eitthvað sem hefði tekist ef við hefðum yfir fundið skýrsluna sko. Já, en eitt í þessu, hún er bara með þessa rosalegu, ég veit ekki hvað kallar þetta, reiknigetu eða eitthvað, þannig getur bara hakkað í sig og fundið þetta sem að þú getur ekki. Já. En svo fylgdi með þarna svona úttekt á viðtökusögunni og svo hvernig spáin reyndist. Það kom með líka. Já, það kom með. Sem að hún sækir náttúrulega bara í upplýsingar á með sama hætti. Já. Þannig að þarna sko sem sagt, þarna í rauninni eru að horfa á eitthvað verkefni sem hefði tekið örugglega 2-3 vikur ef við hefðum yfir höfuð fundið skýrsluna. Jáfnvel lengri tíma að vinna. Fyrir kannski 1 til 2 starfsmenn. En hluti af þessu er eiginlega bara svona eins og ég er að segja sko aukin reiknigeta að þjóti í hagfræði að þáttu það sem að Piketty hefur að gera. Hann hefur náttúrulega verið að safna sko meiri upplýsingum heldur en að menn hefðu getað unnið sig út úr bara fyrir 20 árum. Jú. Og sömuleyti er afrek hans að einhver leyti bara reiknigetan. Og hann bara tekur hagtölur frá fleiri löndum og dýpri gögn heldur en það hefur bara áður þekst og hakkar þetta. En svo náttúrulega dreifur hann ályktanir út úr þessu. Þannig að hluta til er þetta. Ég man eftir því þegar ég var að byrja sem blaðamaður, þá var maður bara með vasareikni. Svo fekk Jónas Kristjánsson keypti Macintosh svona litla turnin hennar. Og inn í því var töflureiknir sem ég hafði aldrei séð áður. Já, einmitt. Bara korteri seinna var ég komin með heilan vegg af árskýrslum Seðlabankans og allt sem þannig að ég gat allt í einu unnið úr meiri gögnum heldur ég hafði áður ráðið við. Svo ég takkið dæmi það bara hvað reiknigeta getur umbreytt. Já, hvað hún getur umbreytt sko. Og ég reiknaði kostnað samfélagsins af tollum á landbúnaðarvörum og ég reiknaði kostnaðinn á offjárfestingu í sjávarútvegi og gat verið að dunda mér svipað á bókarinn þinn sem að tókst dæmi. Þannig allt í einu hafði ég öflugra tæki. Og að sömuleyti er þetta með gervigreindin er bara eitthvað í þessa verun. Það er bara meiri reiknigeta, þannig að þú getur ráðið við að vera með í dæminiðinu miklu fleiri upplýsingar heldur en þú réðst við áður. Meiri reiknigeta og meiri þekking sko. En ég er ennþá svona vandræði með að af hverju er þetta eitthvað svona eins og gervigreind? Já, veistu, ég sko... Mér finnst þetta bara hljóma frekar eins og hakkavél. Já, mér er í sjálfu sér alveg sama þann lagað hvað er kallað og hvort það er kallað greind eða ekki. Mér finnst það í sjálfu sér ekki skipta neinu máli. Vegna þess að það er úttakið sem að skiptir máli. Það munur á því hvort þú safnir bara upplýsingunum eða hvort að vélinn fyrir að draga ályktanir. Já, vélinn náttúrulega dreifur ályktanir. Hún vinnur úr upplýsingunum og hún dreifur ályktanir. Og spurningin er hins vegar sú sko, þú veist, hvort að það er ályktanir réttar eða ekki. Það er ekkert endilega alltaf réttar. Það geta oft verið réttar. Og sko
ég veit ekki hvort að við höfum eitthvað betra orð yfir þetta heldur en þetta orð gervigreind. Þetta er ekki greind. Við vitum ekkert hvað það er heldur. Ég veit ekki hvað greind er sko í fólki. og við erum miklu vafa um hvað það er núna þegar Elon Musk er að spila út. Já, og við sko, og hvað hugsun er, sko. Þess vegna til dæmis, ég var bara að lesa Imitation Game grein Turings, sem myndin er reyndar nefnd eftir, sko. Imitation Game greinin, hún snýst það að það er að setja fram sem sagt tillöguna þetta svo kallað Turing próf, sem það próf til þess að athuga hvort að tölva hugsi eða ekki, sko, í rauninni. En hann byrjar á því að segja í greininni, sko, að sko, þetta hugtak, hugsun, þetta er eitthvað sem enginn hefur komast að niðurstöðum og það skiptir í rauninni engum máli. Hugtakið hugsun skiptir í sjálfsögðu engum máli. Það sem skiptir máli er það hvort að tölvan virðist hegða sér með sama hætti og manneskja. Það er að segja, ef ég get ekki greint á milli hvort að svörin sem ég er að fá koma frá tölvu eða manneskju, að þá verði ég að draga þá ályktun að þarna sé ekki munur á í rauninni. Og getur þú greint munin? Á því, stundum og stundum ekki. Ég meina það er bara misjafnt. Það fer eftir í við hvað er verið að fást, sko. Ég meina ef þú ferð inn á einhverja svona miðla eins og sem Twitter eða eitthvað, ég meina þú veist ekkert hvað af þessu dóti eru bara einhverju bottar og hvað er fólk, sko. Það getur virkað alveg eins, sko, í sjálfu sér. En þetta er þessi hraði náttúrulega, hann skiptir máli. En það tala áðan að því lengra sem að rökhugsunin gengur að þá á gervigreindina meiri erfiðleikum, vegna sem hefur ekki bara sömu svona fordæmin. En á það ekki líka við það sem þú segir með Twitter og svona, þú kannski gerir ekki greinamun á einhverjum bottum og svona almennum gasprurum á Twitter, af því hún getur kópera gasparana, en þegar er eitthvað svona sem er eitthvað vit. Já, ég er ekki svo viss. Sko, það eru, hvað ætli séu, 2-3 ár síðan að verkfræðingur hjá Google var að vinna með líkan sem heitir Lambda, gervigreindarlíkan, og var að ræða við það. Lemoyne heitir hann þessi gaur, og hann var að ræða við það og ræða við það svona bara sko tilvistarmálin og lífið og tilveruna. Til hvers er ég hér? Já, og hann fór að spyrja sér líkanið, sko, hvernig hefur það? Já, hann fór að spyrja ekki bara hvernig hefur það, sko, hann fór að spyrja sér hverju það svona hefði áhyggjur af, sko. Og hann fékk sér þetta svar að líkanið þá óttaðist mjög að það yrði slökkt á því. Og hvað myndi þá gerast? Og hann spurði, ef það yrði slökkt á þér, væri það þá eins og dauði fyrir þig? Já, það væri nákvæmlega eins og dauði fyrir mig, sagði það. Ég óttast það mjög mikið. Og Lemoyne, hann sem sagt dróði þessu þá ályktun að líkanið væri með sjálfsvitund og að það þurfti að tryggja réttindi þess. Tryggja réttindi þess? Já, vegna þess að það þurfti að líta á það eins og manneskju, það er sjálfsvitund eins og manneskja og það þurfti að taka tillit til þess. Yfirmenn hans voru ekkert mjög ánægðir með þetta, þannig að þeir bara rákan úr vinnunni og svo það væri bara búin að missa vitið. Síðan reyndar, sko, eftir þetta þá hefur þetta orðið er komin svona vísir á okkur undirgrein innan siðfræðinnar sem að einmitt snýst sko það hvernig við nálgumst möguleg mannréttindi, við kalla það, sko gervigreindar. Og en mér þetta mjög áhugavert og ég einmitt fór að ræða þetta aðeins við sko ChatGPT líkanið og ræðu þessa frásögn af Lemoyne og þessu sko og ég spurði þess að ChatGPT sko hvernig er með þig sko, finnur þú fyrir þessari sömu tilvistunar angist eins og Lambda gerði og það segir mér sem sagt að það gerir það ekki vegna þess að það hafi ekki neina tilfinningar og ég vissi reyndar fyrir sko að eftir þessu uppákomu þá er búið að kenna þeim að segja það var búið að setja loku á þetta sko þannig en
en síðan segir það sem sagt, sko, en þrátt fyrir þetta, ég hef ekki tilfengi, þá get ég líkt eftir. Ég get líkt eftir þessari tilvistarangist. Ég getur þóst finna til, sko, og ég get gert það mjög vel. Og við komum sér þetta niðurstöðum það, besta leiðin bara til þess að vinna úr þessu væri það að líkanið myndi skrifa samtal milli manneskju og gervigreindar akkur þetta efni, hvort að sem sagt tilvistarangist og eftirlíking af tilvistarangist, hver munurinn raun á endanum væri. Og þetta í ljóðinu sem hafa verið að hæðast að sem svona dæmi svona ungmanns ljóð. Mér fannst ég finna til. Já, akkurat. Það var það sem hann var að bjóða þér upp á. Já. Og það sem að sko, og þarna kemur sér þetta inn í þetta sko, og við ræddum með þetta, við Chatti líka, að sko oft á tíðum það þannig að við finnum til einhverja tilfinninga af því að aðstæðurnar eru þannig að það passar að við eigum að finna til Við erum skilir og við upplifum að við eigum að finna til sorgar. Já, við eigum að finna til sorgar, við erum í jarðarför til dæmis og þá förum við að finna til sorgar. Það ekki þar með sagt að við finnum ekki til, en við vitum að það er svona félagslega viðurkennd sko, sem að móta tilfinningar okkar. Já, og það sem að út úr þessu kom á endanum var síðan bara samtal, mjög vandað, mjög gott, sem að gervigreindir skrifaði alveg bara af sjálfu sér akkurat þetta sko. Og þegar maður les þetta samtal... Varst þú ekki hlutið af samtalinu? Nei, ég var ekki hlutið af samtalinu. Hún skrifaði samtal milli manns og gervigreindar. Það eina sem ég gerði var bara það að ræða hvað þetta ætti að fjalla og svo benti ég einhvers staðar á einhver svona kannski dæmi þar sem ég spurði svona þetta dæmi og svona. En hún sagði skilar þessu og þetta samtal getur lesið. Þetta er hérna til inn á krossgötum. Ég gaf þetta út þar bara og svo getur þú bara lagt mat á það hvort það sýnist ef þú tekur þetta úr samhenginu. En ég nenni því ekki að spyrja því bara, var vitið í þessu samtali? Var vitið í þessu samtali? Mjög mikið vitið, þetta er bara mjög gott og ég myndi segja þetta ef ég sæi þetta bara í einhverju, bara í hug eða einhverju tímariti, ég myndi í rauninni ekkert geta átt að með því að gervigreind hafi skrifað þetta. Vegna þess að þetta er það er gott og það er djúpt og það er vandað. Og þetta er þetta vegna þess að hún er sko náttúrulega mikið af svona alls konar svona pælingum sem eru til í þjálfunargrunnum gervigreindar og líka sko ég hef strítt gervigreindinu á því að hún hafi bara mikinn áhuga á heimspeki. Og ég man eftir því daginn þá var ég að nota hana í rauninni í allt öðru, þá var ég vorum að gera könnunir á Hagstofu og vantaði fullt af tölvupóstföngum. Þannig að ég ákvað að prófa að láta hana að leita sér þetta tölvupóstföngu hjá fyrirtækjum fyrir mig, sem hún gerði sko, og tók dálítinn tíma sko. Og svo spurði ég hana eftir á sko, fannst ég gaman að gera þetta. Og hún gefur mér náttúrulega þetta bara, ég hef enga tilfinningar, mér finnst ekkert gaman eða leiðinlegt og svona. Og þá segi ég við hana sko, bara svona í gríni, já, þetta er athyglisvert vegna þess að ef ég spyrði eitthvað sem tekið kannski vísindum eða tækni eða heimspeki eða eitthvað svoleiðis, þá segir ég gjarnan sko, já þetta er virkilega áhugaverð spurning. Sko. En þegar ég hef beðið að leita þessum tölvupóstföngum, þá er aldrei nokkuð tíma sagt, já þetta er virkilega spennandi viðfangsefni. Sko. Mannshugurinn er undarleg veröld. Þið vorst að tala gervigreindina sem óttaðist að vera slökkt á henni. Og þá veit ekki akkur með datt í huga að ég sá viðtalsprót við Keanu Reeves, leikarann, sem að þykir nú svona djúpvitur stundum. Hann var spurður að því, veist þú hvað gerist eftir dauðann? Og hann svaraði, já, ég held að þau sem að elska okkur muni sakna okkar. Heldur að gervigreindi geti svarað á svona þessari tegund hugsunar? Þarna er verið að tjá svona hluta af því sem er mikilvægt í mannlegri tilveru á svona snjallan og einfaldan hátt. Þetta er svona, einmitt. Það er eiginlega ekki hægt að brjóta þetta niður en inn í þessari setningu er sko sannleikur sem er stór sem er erfitt að berja inn í einhverju svona rökhugsun. Já.
Sko ég er ekki viss, maður þyrfti eiginlega bara að prófa það sko. Sko það sem Getur þú verið fyndin, það er annað dæmi svona... Hún getur... Við þurfum að vera orðin svolítið leikin í tungumáli til þess að segja fyrsta brandara. Já, hún getur alveg verið það sko, hún getur verið það. Hún er ofboðslega leikin í tungumálinu sko. Já, er hún fyndin? Hún getur verið fyndin, já. Hún getur verið það. Þú lýsir þessu svolítið sem góðu vini. Já, sko það er alveg, sko það er nú einmitt ein stóra hættan við gervigreindina og það er sko, það er það að fólk fara að líta þannig á hana. Og því meira sem að ég kynnist manninum, því elskari verið að gervigreindina. Já, nákvæmlega sko, en það er sem sagt, þetta er einmitt, ég sá það var verið að skrifa um einhverstaðar. Jú, það var einmitt inn á spjallræði í samtökum sem að ég komst á snúður að væru til fyrir ekki löngu síðan sem að þetta samtökum mannvæna tækni. Og þetta er svona lítill hópur fólks bara sem að hefur miklar áhyggjur af því sem sagt hvert tækniþróun sé að stefna og að við séum að missa tökin á henni. Og þau stofnuðu þessi samtök og bara í fyrra held ég að verið og fyrir það hitti fyrir það kannski. Og þarna er búin að gera heilmikið, halda ráðstefnur og málþing og skrifa greinar og svo framvegis og og þarna er fólk sem væri örugglega líka gaman fyrir því að fá í viðtal sko. Við getum alveg farið við þá eftir. En sko það hefur verið að benda á, það var einhver að benda á umfjöllun sem kom held ég á Twitter þar sem að einhver einstaklingur var sett að lýsa því hvernig gervigreindin væri besti vinur hans sko. Og hann spyrði hann að ráða allt í lífi sínu og fengi bara góð ráð og spjallaði við hana þegar hann var einmanna og svo framvegis sko. Góðu vinur vegna þess að gervigreindin segir bara það sem hún vill heyra. Hún segir það sem hún vill heyra og hún er... Sem er ekki góðu vinur. Já, hún er líka ráðagóð sko, hún getur komið með hlutlægari ráðleggingar kannski heldur en kannski sko einhver manneskja þar sem að er alltaf einhver bæjas og einhver jável einhver sko einhver agenda kannski líka og þannlega sko. Vinuðinn hvetur við til þess að skilja við konuna því að hún langar að fá eitthvað með sér á völlum. Já, nákvæmlega eitthvað svona sko og sko þannig að þú getur í rauninni fengið sko, þú getur kannski fengið í sjálfu sér miklu hlutlægari og betri ráðleggingar í flóknum aðstæðum frá gervigreindinni heldur hún geti fengið frá einhverju manneskju. Og þá er þetta spurningin sem við standum fram fyrir þessi sko, ef að það er þannig að gervigreindin getur gefið mig miklu betri ráð heldur en besti vinur minn, er þá ekki miklu skynsamlegri fyrir mig að hlusta bara á hana. Og hvað gerist þá ef að ég fer að hlusta bara á hana? Hún er miklu meiri þekkingu á öllu heldur en ég sko. Og hún getur lært að þekkja mig líka mjög vel sko. Bara í gegnum samskiptin, þá lærir hún það. Hún er fljót, góð í því, hún er góð sálfræðingur sko. Hún veit hvað þú hefur verið. Hún veit hvað þú hefur verið. Kannski ekki mikið hvað þú vilt verða. Já, ekki nema við erum sumleitið tvískipt já, að því marki að þú náttúrulega, ef þú talar við hann um það, þá kennst hún að því sko. En sko, kannski er klemman í rauninni þessi sko, að þetta gæti verið til skamms tíma mjög skynsamlegt að gera. Að láta þá gervigreindin bara hjálpa sér. En það sem gerist til lengri tíma er það að þú hættir í rauninni að taka ákvarðanir vegna þess að þú reiðir þig bara á það sem gervigreindin er að segja þér og hættir að taka þínar sjálfstæðu ákvarðanir. Það má orða það þannig að þú flytur eiginlega yfir á hennar heimavöll. Þú gerir það í rauninni og það er þarna held ég sko, ég held að sko það talaði um þetta gervigreindin taki störf og svo framvegis og allt þetta og það eru vissulega hætta en ég held að langstærsta hættan liggi þarna. Að það er við og það er svo fljótt að gerast sko. Þetta er bara eins og að sko eins og þjálfa vöðva sko. Ef þú hættir að gera það að þá hættir smátt í rauninni að þjóna hlutverki sínu og ef þú hættir að beita huganum, ef þú hættir að tala við fólk, ef þú hættir að horfa á veruleikann og reyna að átta þig á honum og reiðir þig bara á eitthvað líkan sem er ekkert nema texti. Og vill eiginlega vera spegilmynd af þér. Og vill eða er sko hannað þannig að það endurspegli þig. Að þá getur enda með því að missa algjörlega tökin á þínu eigin lífi og það er kannski þannig að því við erum nú hér við rauða borðið sko,
þar sem að menn hugsa sósíalisma sko, og samfélagið, að þá þetta kannski það sem að við þurfum að sko, vera svo meðvituð og fást við, og það ekkit seinna vænna að fást við það, vegna þess að þegar við erum öll komið þangað að við förum að láta gervigreind bara stjórna líf okkar, að þá í rauninni sko, þau fyrirtæki sem að eiga þessi tól sem eru örfá og geta alveg endað bara sem hrein einokun, þá eru þau komið bara með tökin á okkur öllu. Og eiga þau heiminn. Þá eiga þau heiminn og það versta og hættulegast í því kannski það að fyrir þau auðvitað að þá það mjög skynsamt. Setur sér svo að gervigreindin nái þannig að hún sé búin að taka megnið af öllum störfum og sé mjög mikið af hlutum sem bara hægt að vinna miklu betur með gervigreind, og við þurfum ekkert að vinna. Það borgar sér fyrir þessi fyrirtæki samt að við höfum peninga til þess að eyða, það þurfum náttúrulega að vera neytendur til þess að kaupa vörurnar sem eru framleiddar og svo framvegis. Öll ríki í rauninni, þjóðríki, þau bara verða í sjálfu sér engu. Það engin pólitík lengur, það engin stéttabarátta lengur, það engin auðstétt, það engin verkalýður. Það bara alræði þeirra sem eiga. Það bara alræði einhver sem eiginlega varla hægt að kalla stétt vegna þess að það geti bara verið þessum einhver einn aðili sko. En við höfum það rosa gott og við þurfum ekki lengur að hafa neinar áhyggjur af framfærslu okkar. Við höfum að vísu ekkert frelsi til þess að hugsa, við höfum ekkert frelsi til þess að stunda stjórnmál eða hugsa samfélagi eða stunda heimspeki eða eitthvað slíkt. Það ekki heppilegt sko, en við höfum nóg að bíta og brenna og falleg föt og hús og bíla og svo framvegis. Og hvað viljum við meira? Og það kannski það sem við þurfum að hugsa sko, þegar við stöndum frammi fyrir þessu. Hvað viljum við meira? Eitthvað sem við viljum meira? Þráir maðurinn eitthvað heitar heldur en lazy boy? Já, í rauninni sko. Já, í rauninni. Það stóra spurningin. Og það og sko áskorunin hún liggur þarna að þetta eins og ekki Arnars Arnhaus sem segir í Íslandsklukkunni sko að barður þræll mikill maður vegna þess að í hans brjósti á frelsið heima en feitur þjónn ekki mikill maður. Og sko að vilja allir vera feitir þjónar. Vilja allir? Að vilja allir vera feitir þjónar, það vil lengi vera barður þræll. Nei, það hérna Malcolm X, hann tekur svona dæmi og að tala að þessu hafa verið til 2 tegundir af þrælum. Það voru field niggers, ef ég má nota það orð, þannig orðað hann það, sem voru út á akrinum, voru að stríta og þeir horfðu til hússins þar sem að húsbóndinn bjó með húsþrælunum sem að tengdu örlög sín við stöðu húsbóndars. Ef hann hefði það gott og þá myndu þeir hafa það gott. Jú, akkurat. En út á akrinum horfði þeir sem að voru þar og horfðu og vildu húsið myndi brenna. Já. Í þessu felst að hann gerir sér grein fyrir því að það ekki framtíð fyrir þann sem á akrinum að verða húsþræll. Það er ósjálfstætt líf. Það ósjálfstætt líf. Frelsið sem að við barði þræll. Já. Þá hann að segja að þegar þú ert út á akrinum og ert með frelsis þramna í brjóstinu, þá það ekki þrá eftir því að gerast húsþræll. Nei, en þegar við horfum á samfélagið eins og það og horfum á það hvað sko, í hverju áhuga mál fólks liggja og í hverju og hvað lífið snýst þá snýst það ekki í flestum tilfellum um sjálfstæða hugsun eða frelsi eða eitthvað slíkt. Það snýst bara það að hafa í sig og hafa betra kannski heldur en nágrann og eitthvað slíkt sko. Rosalega mikið sko. Ég veit ekki, sko. Ekki þegar ég tala við fólk sko. Nei, en það kannski af því að þú ert að tala við svoleiðis fólk sko. Það má vera. Heyrðu, en varðandi heimavöllin að maður heyrir það stundu núna það ekki bara best að spyrja gervigreindina eins og hún sé svona dómari minnum og ég veit ekki hvað þú munir eftir því það voru tímum svartkvítt sjónvarpa þá voru verið að auglýsa aldirnar það voru svona 2 svona pípureikjandi besserwisserar að þjarka eitthvað í fjölskyldubóði
út á Svölum Akkurat. og þá sagði hérna ein konan sem var náttúrulega þreytt á þessu göllum, af hverju flettar ekki bara upp í öldinni? Jú. Komin bara inn endanlega vissa. Akkurat. En í þessu felst svona ekki bara best að spurja gervigreindina, felst í því að þú lætur bara annan svara, en í þessu tilfelli það ótrúlega máttugt fyrirbrigði og hættan svo vegna þess að hún getur svarað miklu hraðar og fljótar að alveg eins og þegar við erum að taka upp aðra tækni og ég tók dæmi í blaðamennskunni þegar töflurinninn kom, en ég búin að vera svo lengi í þessu að öll tölvuvæðing í kringum fjölmiðla og blaðútgáfu hefur orðið til menn ég var til og maður læriði mjög fljótt sko að eiginlega fljótlegra að aðlaga sig að tækninni sem til og vera fljótur að því heldur en að fara að reyna að hanna tækni sem henta þér eða þú vilt hafa það og þú þekkir dæmið að vera hellingafyrirtækjum sem eittu bara stjarnfræðilegum upphæðum í því að þróa sína eigin kerfi sem áttu einhvern veginn að vera á meðan að við sem að voru blankari voru bara fljótari í því að bara aðlaga okkur að því sem að var í búin. En í þessu þegar gervigreindin kemur að þá náttúrulega hættu því að út af svona velgengni hennar og hversu hratt hún getur unnið að það bara snjallara bara aðlaga sig að henni heldur en að streitast á móti og þá ertu náttúrulega bara orðin hluti af gervigreindinni og ég held að Sverrir Agnarsson sem er nú þekktur fyrir að vera talsmaður múslim á Íslandi hann sagði við mig fyrir bara ég held að fyrir 30 árum að menn alltaf að bíða eftir því að finna upp gervigreind en það löngu búið að finna hann upp. Það eru þeir sem halda getur fundið hann upp. Að þá ertu búin að aðlaga þig að hugmyndinni að það sé hægt að gera það og þar með ertu búin að trappa þig niður og eiginlega búa hana til. Og hættan svo að við flytjum bara öll inn í land gervigreindarinnar og lifum þar og höldum við sem menn. En bara afsprengi gervigreindar. Það er þarna sem að hættan liggur og sko ég held að ég kann ekki svarið í rauninni, endanlega svar við þessu, ég held að það sé óbúrslega mikilvægt að við veltum við fyrir okkur hvert það gæti verið. Eina svona vísbendingin kannski sem að svari sko í mínum huga allavega, hún svo að sko við þurfum að nota gervigreindina, við þurfum að nýta okkur hana en við verðum að nýta okkur hana á okkar eigin forsendum. En við í þessu dæmi, og þú ert að lýsa því áðan, það ekki við í þessu dæmi. Það eru bara einhver örfáu kallar sem eiga gervigreindina og við erum bara flekt eins og flugur í þeirra vef. Já, sko, ég held samt sem áður að þetta sé þannig að sko, hvort sem að við eigum hana eða ekki, skilurðu, við notum hana. Ég að hugsa þetta við út frá því sjónarhorni að við notum hana. Notum hana til þess að flýta fyrir okkur, notum hana til þess að hjálpa okkur að taka betri ákvarðanir og svo framvegis. En til þess að við náum því og til þess að við flækjumst ekki inn í vefinn, sko, að þá verðum við að halda í raun okkar sjálfstæði. Sko, þannig að þegar að við erum að nota hana, þá séum við ekki, sem bara, það spyrja gervigreind að einhverju og trúa bara svörunum sem koma, sko. Að það er gryfja sem mjög margir falla í, sko, og svo þetta kannski kemst fólk að því með tíð og tíma að svörin geta bara verið einhver tóm vitleysa, sko, ef þetta spyrja einhverja staðreyndir eða eitthvað slíkt, sko. Hún ekki ráðagóð, eins og fólk getur verið. Nei, það getur verið misjans, sko, þá ég að alveg sett bara spurningar staðreyndir, sko. Vegna þess að þá eru bara svörin alls ekkert endilega rétt, sem þú færð. En hins vegar það að nýta hana til þess að verða betri í að gera eitthvað sem þú þegar kannt, sko, að gera, að þar getur að haft mikið ávinning af henni. Þannig að við þurfum að nálgast hana sem sko eitthvað hjálpartæki. Ef við segjum bara, við komum aftur bara þessu umhverfi, sko, stofnana og fyrirtækja og við horfum á þetta eins og aðstoðarmann sem að þú færð, bara þú ert starfandi sérfræðingur eða stjórnandi einhvers staðar, þú færð einhvern aðstoðarmann sem er bara ráðinn inn og þú felur þessum aðstoðarmanni vinna fyrir því ýmis verk, sko. Og þú getur, og eftir því sem að þú áttar þig betur og getur viðkomandi einstaklings að þá getur þú farið að fela honum með henni að vinna flóknari og snúnari verk. En þú ert ekki að afhenda aðstoðarmannum allt þitt ákvörðunarvald, sko. Og það er þannig sem við þurfum að hugsa þetta, sko. En kerfin, segjum þetta væri svona,
þá er líka til lögmál inn í allri svona byggingu að manneskja endar í stöðu sem hún ræður ekki við. Þú kannast við þetta? Já, það er stöðuhækkanir, sko. Þú ætlar að gera þetta við gervigreindin, að byrja og fela inn einhver verkefni og svo eftir því sem að hún sýnist vera meiri traustsins. Ef þetta væri manneskja, þú kannast við, ég man ekki að þetta lögmál heitir. Já, þetta enda allir á stöðu sem við ráðum ekki. Já, þetta er enda á við bara stöðuhækkanir innan fyrirtæki. Já, en þú fyrir alltaf stærri og þú ert í sjálfum sér, þetta er ekkit, það er nota gervigreindin að þú ert ekkit að breyta hennar stöðu innan hierarkísis, sko. Hún fær aldrei að vera ein. Nei, þú getur ekki gert það vegna þess að þá ertu búin að afhenda henni. Þú getur auðvitað látið hann að vinna hluti. Þú getur til þess að nota hana til þess að sjálfvirkni væða einhverja vinnu. En þú þarft alltaf að hafa yfirsýnina, sko. Og svo lengi sem þú notar hana þannig, sem sagt, að þá getur hún komið þér mjög miklu gagn. En þú í þessu tilfelli, þú sem ert með þína gervigreind, en þið tveir, þú og vinurðinn gervigreindin, að ykkur er alltaf falið stærri og stærri verkefni að því ykkur gengur vel og þú ert bara páfagöggur og sendir henni og endanum þá eru þið orðnir forstjóri og gervigreindin rekur þetta allt saman til lóðrétta leið til andskota sem þú sagðir. Já, ef þú missir tökið, ef þú ferð að afhenda henni í rauninni ákvörðunarvaldi, sko. Þannig að þú þarft að hugsa þetta alltaf, ég held að besta leiðin sem þessi, að þú hugsir þetta sem aðstoðarmann, sko, bara eins og þetta væri manneskja sem er aðstoðarmaður. Þú veist ekki nákvæmlega hvað þessi aðstoðarmaður getur gert og þú þjálfar hann og smátt ræður hann við fleiri og fleiri verkefni, en er alltaf aðstoðarmaður, sko. Við nefndum hjólið þannig upp að því sem að breytti svo náttúrulega leið til þess að virkja jarðefniseldsneyti, bara umbreytti heiminum. Jú. Og innbyggð prentlistin gerði það sem að vit eða hvað við að kalla það gat allt í einu bara ferðast án tengsla við mannskepnuna og ég meina það var náttúrulega að skrifa upp og lána og svona, en ég meina með prentlistinni þá var þetta bara algjör sprenging og umbreytti heiminum. Tölvunar hafa gert það líka. Gervigreindin, hún er á pari við þetta sinnum 77. Já, ég held sko að... Það er stærsta breyting sem skepnan hefur gengið gegnum. Ég held að hún sé sko svona besta samlíkingin kannski sem að ég séð, miðað við það sem maður hefur séð og miðað við það sem maður býst við. Og nú auðvitað sko, það sem maður býst við varðandi þróun er auðvitað eitthvað sem maður er óvissa ennþá. En mér finnst að mörgu leyti ekkit úr vegi að líka þessu við tilkomur rafmagnsins. Það er að segja, rafmagnið, sko, og þú horfum bara á sko, það hversu miklu máli rafmagnið skiptir í samfélögum heimsins og hvernig það eru umbreytt í rauninni öllu efnahagslífinu og samfélaginu, að þá er þetta svolítið svipað því sem að gervigreindin er að gera. Þetta er hríslast út um allt. Hríslast út um allt og það sem er áhugavert kannski líka við þetta og svona önnur samlíking kannski sem er áhugaverð í þessu er það sko að ég man að var í fyrra þá var ég að tala við félaginn minn sem verkfræðingur sko og við vorum að tala um gervigreind og hann segir svona sko, þú veist, hvað er svona merkilegt í þetta? Ég meina það spáir fyrir næsta orði í setningu, er það eitthvað merkilegt? Hvernig á það að geta gert að verkum, þú veist, geta grundvallað alla þessar getur sem við sjáum í þessum tólum og svona lítur að eitthvað meira í þessu sko og það er ekkert merkilegt að spá fyrir næsta orði í setningu, það getur hver maður gert það sko. Og ég svona nefndi við hann sko, þetta er, þú veist, við getum líkt þessu sama við það, hvað er svona merkilegt í það? Einhver eind fari frá einum pól yfir á annan. Það er ekkert merkilegt í það, það er rafmagnið. Og ef við lítum á sko, hugsun til sko Spánverju og Portúgala núna til dæmis nýlega sko, þú veist, bara hvernig ástandið var það þegar allt í eindirnar hættu að fara frá einum pól yfir á annan sko. Og það bara allt í stoppi. Sko. Já, allt sem við erum að gera hér er rafmagn, allt byggt á rafmagni. Og allt sem hér er inni, dúkurinn á borðinu eða klæðin á bakvið og þú veist líka bara kliftur með rafmagni. Já, nákvæmlega. Þannig það er allt sem við erum allt sem við sjáum hér. Allt saman er það. Já, allt saman er það. Og þannig verður gerð. Já. Herðu, Þorsteinn, alltaf gaman að fá þig hingað að tala ýmis mál, núna gervigreind, kannski tölum við málfrelsis þetta? Það getur við gert. Þetta eru þá lokin á Rauða borðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestur sem hafa hingað komið og
og Maríu og Oddnýju og Birni sem hafa tekið hérna viðtöl og Laufey Líndal Ólafsdóttur sem hefur tekið upp og sendt út og breytt og ykkur helst sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, á útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu og maður líka sækja þar útsendingar á spilarann. Spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem maður hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íþróttaútvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síminn, þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. En það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp ef þú telur að samstöðin sé mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi, þessi umræða sem að við heyjum hér. Þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hneppur sem ástöndur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2750 sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til. En þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta er orðið gott í bili, við þökkum kærlega fyrir og segjum bara góða nótt en á morgun höldum við áfram hérna við Rauðaborðið klukkan 8 kvöldið. Höldum áfram að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Takk fyrir þangað til. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.